Dr. Fútból heilsar ykkur á föstudegi 4 dagar til jóla eins og sjáið þá erum við betur mannaðir en nokkru sinni fyrr. Jói Már, Hjálmar og Gunnar Birgisson eru hjá mér. Hjálmar auðvitað maðurinn bak við heita sætið til hamingju með heita sætið Hjálmar minn. Takk hérlega og bara gaman að þróttlaus vinna sig að skila sér. Heldur betur með hliðina á þér Gunnar Birgisson sem einn af mönnum ársins 2024. Pæliði því, ég meina heiti sætti spurningu fyrir Gunna. Já. Ef að, í hvern ringir Gunni fyrst ef hann fær góðar fréttir? Bíði, giskið þið, Gunni þú svarar ekki. Hvað þú segja, Jói? Pólitíkarsvarið helmingur að segja betri helmingurinn, en ég ætla að segja að mamma fái símtalið. Ja, mamma? Ég ætla að segja Óskar Hafn. Já. Ég ætla að segja Maginn, hann þannig gauð, sko. Maggi Már? Nei, Maggi. Já, Maggi. Það hefur verið gott þetta. Ekki alltaf í Maggi Már. Já, ég hugsa maður myndur ekki í kúluna. Er það frúin? Og svo Óskar Hafn. Eru þið það, strákar? Já, það er eitthvað svona persónulegu eitthvað gott, sko. Sigur, sko, það er rökrétt, sko. Ert þú bara með Helgason, bara nummer 1? Ég er með nokkra undan konni. Já, ok. Já, við erum hér með Túborg og jólatúborgin er auðvitað official bjór jólana. Það er engin jól nema með Túborg við höndina. Dr. Fútból minnir á að píluspjöldin, nú eru allir í pílu, þau fást í fitnessport. Já, fitnessport. Svavar hann er mikill áhuga maður og hann er með Win Mau sem að þeir sem að eru með official boardið í þessu öllu saman. Góð lauma þar. Fara píluspjöldin í fitnessport. Gerist ekki betra. Vel gert, Svavar. Domino's pizza með Dr. Fútból, Jói, meat and cheese versus Hawaii pizza. Hawaii versus Fiesta. Fiesta versus Domino's pizza nú tjekknabjörðu sko eins og alltaf 50% afsláttur þar og þeir sem eru að vinna á tjekknabjörðu sko vilja bara óska öllum gleðilega jóla. Það er ekkert flóknara. Okay. Takk fyrir það. Heyri, það er nú svona til síðs að ég spyrir spurninga í byrjun þáttar og það breytist ekki og eins og alltaf með tölvutek þar sem allt fæst bæði í bara í jólapakkan fyrir fólk á öllum aldri. Þetta allar tölvur, Xbox, PlayStation, whatever, stólar, sjáu stólarna sem við erum í. Og Switch. Þetta er allt saman þarna. Já, maður gleymir oft Switchin. Já, maður gleymir það. Heyri, Arnar Viðarsson, hann hefur stýrt 2 liðum í belgísku úrvalsdeildinni. Hvaða liðum? Hann stýrði Cercle Brugge og svo stýrði hann Genk. Þetta var eitt leikur og svona caretaker. Var það Lókerinn? Já. Það var Lókerinn, nostalgíuliðið. Jöfull. Það var lið sem að grínararnir kölluðu stundum Lókurinn. Þið þekkið þetta lag sem ég fattaði upp á Remember the Name. Dine Out Powerrankar með Hjamma í dag. Já. Og Dine Out gjafabrifin þau heldur betur virka í jólapakkan. Checkið á Dine Out og kaupið gjafabrifið þar. Hvað ættir að Powerranka, Hjálmar? Ég ætla að Powerranka bestu jólagjafi sem ég hef nokkuð tíma fengið. Frábært. Og þetta er bara topplistin. Byrjum við 5. sæti. Já. Og það var sokkatré sem ég fyrir ekki frá Ljósbrá. Fyrst þegar við vorum að byrja saman. Hvað er það? Sokkatré, og ég er mikill sokkamaður, ég skipt sokka 2-3 á dag. Ok. Og þannig að ég er alltaf ég minnst alltaf gott að vera í ferskum sokkum. Áhugavert, já. Og þannig að hún gaf mér tré með fullt af sokkum. Já. Og það var svona svolítið, þarna var hún að hlusta, eins og vorum að tala fyrir þáttinn. Hlusta á makanar og gefa gjöfina. Já, þetta er sniðugt að vera búin að hlusta mikið. Hlusta allt árið. Já, hlusta allt árið, já. Númer 4. Það var þegar mamma og pabbi gáðu mig gemsa 1995 og hann hringdi í pakkanum. Það var svo stórstráka, þið vitið ekki. En sko, það sem kannski fólk fattar ekki er að 1995, þá ertu hvað, 36 ára? Ég var reynda 22. Og það var bylting. Hvaða típa var þetta? Þetta var 3110. Og þetta var svo, hann var svo stór sko. Ég byrjaði þetta var ekki 31, þetta var svo stór sími sko. Og þetta var alveg dæmi. Veistu sko, ég held þetta að vera Sony Ericsson. Þetta var Sony Ericsson. Ekki? Jó, það er rétt hjá þér. Það var Sony Ericsson. Já, vá, ég var búin að gleyma. Það var alveg stikki, númer 3. Númer 3, þá fekk ég tölvuleik sem heit Football Director.
frá ömmu Já. og ég var svo spenntur að fá hann, ég vissi hún var að gefa hann, mamma var búin að segja mér og kifta hann fyrir ömmu, ég var búin að rífa hann eiginlega allan upp áður en jólin voru, ég var að lesa aftan á hann og svo bara leið og ég fekk að opna fyrsta pakkan, þá var ég farinn og spilaði hann öll jólin og fyrir mér eru jólin alltaf, og ég var bara erfitt ennþá með að slíta mig frá því, fútbolmann skiljið þið? Sko, amma þín, hvað ár eru amma þín og afi fætt? Er þetta 1800 eitthvað? Nei, svo ákveðs, hvað er það? Við erum mjög nálægt Já, þau eru þarna í fyrri heimsstyrjöldin þau eru í fyrri heimsstyrjöldin Já, þannig að þú hefði getað rætt seinna stríðið við Ísili Númer 2 Númer 2, það var svona mín vestu og bestu mistök, það var inn í skilin 2007 og 2009 og tek ákvörðunum að nú ætla ég að gefa þeim sjálfum mér í jólagjöf Hörðu, og það er Armani frakki sem ég keypti mér rosalega frakki sem ég búið að dreyma Armani minni kynslóð, það er stórt það er stórt það er ísa ég fyrir frakka og hann gerði mig að 70 manni það var svo mestu mistök síðan og kostaði, ég held að ángrís kostaði 90.000 krónur 2009 það er svona 200 eitthvað þetta bil Armani hefur þróast í áhugaverðar áttir undanfarin ár svona. Já, ég er svona allavega ekki Armani maður í dag sko, það er kannski bara en svo nummer 1 og það er vélmenni sem ég fekk frá pappa in the 80s þegar pappi fór í vinnuferð til Japans og þá koma með þetta vélmenni fyrir þá sem eru að horfa þá er og kemur þetta vélmenni vondin, sjáu þið hérna og já það ennþá í dag þetta er frá 1980 og þetta er vélmenni sem þetta er Armatron sko í gamla daga þá var alltaf verið að tala sko óttan við vélmennin tækju yfir Robocop var svolítið búið að stilla það inn sko Terminator mannst í Rocky 4 held ég þá er Rocky búin að fá sér vélmenni sem var að þjónusta þannig að það er ekki ennþá gest en þetta var 1980 eitthvað strákar ennþá í gangi, ennþá í lagi Japan doing it best The Japs Þetta var flottur listi hjá mínum önum við skulum fara að ræða boltan Dr. Fútból tölum boltan og það 1, 2 og bingo það er ekki hérna Förum í Evrópsambandsdeildina afsakið með Bíkó Já, það er hægt að kaupa jólagjafir í Bíkó það er líka hægt að hefja framkvæmdir með Bíkó allt byrjar þetta í Bíkó Víkingar, þeir spila nú vanalega bara rétt hjá Bíkó og þeir eru komnir áfram í Evrópukeppni Ótrúlegt sko, Ótrúlegt afrek hjá Víkingunum og þeir mæta annarkvort Ljubljana eða Panathinaikos við sjáum þessa framistöðu í gær sko Gunni, við tveir höfum verið mjög skeptískir á að íslensk lið geti farið langt áfram í Evrópu hvað gerðu Víkingar svona rétt að þú veist, þeir eru fá 8 stig jafnmörg og FC Kaupmannahöfn hvað er í gangi? Það er bara margir góðir leikir, margar góða framistöður og engin undantekning í gær gera í raun og veru bara nóg til þess að fá stíð bara vel uppsettu leikur þeir svo sem skapa sér ekki mikið úr opnum leik ekki frekar en Lasklins en svo bara þegar þeir sjá þegar þeir eru alltaf gerist ekki svona í kringum þeir eru svona 20-25 mínútur eftir þá náttúrulega þá fara laskararnir aðeins að herja á það og þá fara þeir í svona meiri lágblokk og gera bara vel undir lokin bara mjög agaða varnarleikur voru ekki að gefa neinn færi á sér og þetta í raun og veru þú veist þeir kæfa í raun og veru bara leikinn þarna síðasta hálftíma Sko Hjálmar, þú ert búin að fylgjast lengi með boltan þú bjóst væntanlega aldrei við að Íslands lið færi áfram í Evrópukeppni eftir áramót Ekki möguleiki, sko þegar ég var í gamla daga það Íslands lið átti ekki breyk að fara inn eitt svona sko Þetta er stórkostlega frétt og ég held samt eitt, ég ætla að segja eitt ég held að það að Íslands lið komist núna í þessa deildir verði minna máli en við höldum en að gera þetta ég er ekki við sem er náum enda þetta er risa fucking stort Þetta er massíft peningalega, hvað er þetta mikið Jói? Hvað tókuður ekki núna inn, enninar 150.000 euruna fyrir stíið minni mig, svoleiðis en þetta er bara í rauninni, þeir náttúrulega eru bara að skrifa söguna og generalpröfan sem Arnar Gunnlaugsson er að eiga kannski hugsanlega fyrir annað starf en þess að þarna erum við að sjá eins og þú talar Gunni áðan þetta eru þau bara svona fótboltalegu gildi sem svona íslensku landsliðsfótbolti hefur grætt hvað mest á en þetta er bara í rauninni, þú veist
Við bara afsaka. Nei, en ég bara segja sko að maður áttu alls ekki von á því að þeir myndu í rauninni sko, maður hugsaði að þeir myndu vera bara svona hálfgerð whipping boys. Auðvitað þetta þannig að þeir fá lið sem eiga vissulega einhver svona break í, en þetta náttúrulega bara mastermind hjá Arnari hvernig hann leggur þessa keppni upp. Strákar, ef við byrjum aðeins saman eins og Breiðablik á síðustu leiktíð, þá sjáum við þetta hérna svart á hvítu. Þetta 6 leikir 0-0-6 5-18. Víkingar 2-2-2-7 8. Tveir leikir við Gent og Maccabi Tel Aviv sem að ég myndi segja bæði væru betri heldur en besti andstæðingur Víkings Reykjavíkur í þessari án þess að taka neitt af Víking Reykjavík en þetta var alveg vitað, ég meina auðvitað þarftu að vera heppin líka með drátt og þetta fyrirkomulag, þetta nýja fyrirkomulag gerir það náttúrulega verkum að þú átt raunhæfari möguleika í fleiri leikjum af því að við erum að sjá að það eru fleiri lið að komast þarna inn og svo líka náttúrulega það að við erum að sjá til dæmis að Víkingur Reykjavík fær hérna heima Borg Banja Luka þú veist, ég meina sem að hafa verið í smá vandræðum en ég meina þeir hefðu alveg geta fengið þú veist, til dæmis úr efsta styrkleikaflokki þar sem þeir fá Lask Lins ekki frábært lið og ég meina við getum séð bara undanfærin úrslit hjá þeim og stöðuna hjá þeim í austurrísku deildinni að þeir hefðu getað fengið Chelsea þar, þeir hefðu getað farið á Stamford Bridge sko. Það er stigsmunur þar á Betis og allt þetta, þeir hefðu getað fengið rosalega og þú veist, munum bara eftir þessu það var svona smá vonbrigði þessi riðill svona afhjúpaðist hjá Víkingunum hvað þetta var eiginlega bara pínu boring þess menn voru að vonast til að bára að fá hérna Chelsea bara hérna einhvern tímann í desember þegar hérna jólahátíð Dóttur fútból var en sko það raungerist ekki, en það í því felst í rauninni styrkleiki Víkinga einhver leiti í þessu Gunni segir, en þeir eru alltaf búin að spila stórkostlega úr sínum málum í þessari keppni Víkinga, það er ekki að segja hana. Og ég meina, við skulum náttúrulega ekki gleyma því heldur að Breiðablik náttúrulega færi ekki leyfi eða hefðu eflaust geta fengið leyfi ef að hugsað hefði verið út í hlutina að þeir náttúrulega spila 2 eða 3 leiki á Laugardalsvelli. Breiðablik á Kópavogsvelli hafa náttúrulega verið rosalegt vígi í Evrópudeildinni, í Evrópuboltanum segi ég. Á meðan að Víkingur fær alla leikina á Kópavogsvelli sem eru klárlega hjálpað þeim og ég meina og ég talaði nú það bara í síðasta leikja þeim á móti Jurgarden að mér fannst þeir bara virkilega öflugir í þeim leik og mér finnst þetta hafa verið margar mjög öfluga frammistöður hjá Víkingunum í þessari deild og líka bara með að við aðstæður hérna úti í gerð og fannst mér þetta bara mjög öfluga leik. Við hérna setjum þetta aðeins í smá samhengi, liðin sem er að skilja eftir, HJK Helsingi sem að tóku hérna Káringan og flengdu hérna árið, hvað 7-0 eða hvernig sem það var, Hearts, Istanbul Başakşehir, það er hérna, þeir komið hérna á Kópavogsvöllin hérna árið og refsuðu þeim. Molde skorar á 91. í gær og rétt skríður inn í hérna þetta umspill. Þetta er stórkostlega strákar, þetta er frábærlega gert hjá þeim. Heldur betur. Og þó að liðum gangi eitthvað illa í einhverju deildum eins og Cercle Brugge eitthvað, þetta samt alveg rosalega sterk lið sko. Ekki gleyma því Gunni. Heldur betur. Raunni yfir Víking. Nei, alls ekki, en þeir skildu náttúrulega 9 byrjunarliðsmenn eftir heima hjá sér fyrir þann leik, en eins og sé, það er svona Fengu það líka bara í baki. Fengu það klárlega í Það bakið. bara alveg, þú veist, ekkert eðlilega heimskulegt. Fengu það klárlega í bakið. Heldur betur. En unnu að vísu næsta deildarleik þar á eftir. Ég minna á það að Dóttur fútból heldur áfram að Þú er þetta fallegt hérna. Að sjá aftur, nei ok, ég held þetta að vera í bestu deildin. Já, ok. Deildabikarinn. Þetta er deildabikarinn, já. Við skulum halda áfram. Ég minna það að Dóttur fútból er auðvitað með búðina góðu í Hamraborg 20 þar sem er hægt að fá inniskóðan og ekki mikið eftir en það er eitthvað eftir. Gaman að koma að það. Já, það var virkilega gaman að koma þarna og allt það. Herri, Sony eru með Dóttur fútból 98 tóman fór út í gær. Það voru 2 með þetta allt saman rétt, já. Og 98 tóma sjónvarstæki undir í gær og það voru 2 menn sem voru með allt rétt, þetta voru 3 erfiðar spurningar úr leikjunum, það fór út. Þannig að þeir eru að fara að mæta hérna í El Grande á sunnudaginn að keppa 98 tómu tæki. Wow, shit. Það er gjöf. Annar fær gleðileg jól. Epic er að gefa þetta og Sony 98 tómu tæki. Heyrði, Jói, við erum oftast bara 3 hérna höstum, en við urðum að kalla í þig. Það er þessi málefni í Hafnarfirði. Heldur betur. Sko FH byggja þarna þessa nýju aðstöðu sína, þessi nýju knatthús og það kom einhver skýrsla út þetta mál eða hvað, þetta var samþykkt eða hvað var það sem gerðist í vikunni?
Sko, það sem gerist í vikunni er að hérna, Höddi, alltaf vera Höddi sem byrjar að skúpa því að hérna, við fáum bara bréf sem er birt í 18 liðum. Mjög ítalegt bréf frá Hafnarfjarðarbæ sem beinist að aðalstjórn FH. Og það eru svona alvarlega spurningar sem eru setta fram þá rekstur félagsins og byggingu skessunar og bara svona hérna, og maður lesi í gegnum það, bara kannski líka bara hvernig FH stendur fjárhagslega bara í heild sinni. Ég veist bara innföldum það, en svo skiptum við þessu bara í 5 hluta, þessu máli. Og þá hvernig byrjar þetta, hvernig fer FH að því að byggja skessuna. Það byrjað þannig að þetta sko bara allt ásins 2015 og þá fáður hérna einhverja þarfagreiningu frá Hafnarfjarðarbæ að það þurfa að fá heilt knatthús á þetta svæði, það fyrir útboð og það 1,1 milljarður sem eru lægsta tilboð sem best. Hafnarfjarðarbæ, þetta er mikið. Jón Rúnar og Viðar, við þekkjum þessa menn, þeir eru djarfir og finna lausnir. Þannig að þeir fara til bæjar og segja, herru, við erum hérna með dvergan og risan sem eru hin húsin, Gunni þú þekkir þetta, og segja, herru, hérna, við ætlum að selja ykkur þessu hús á 790 milljónir sem það sem við teljum að kosti að byggja skessuna sem svona kalt knatthús. Þeir bara bærin svona skoðar þessa áætlanir, þetta eru áætlanir samþyttar, bara lið fyrir lið, samtals 790 milljónir. Ok, þetta fer síðan ekki alveg þannig og hérna svona löngsaga stutt að þá bætaði við þarna byggingu sem viðbygging með búningsklefum og annað slíkt og framúrkeyrslan verður töluverð og þetta enda með að kosta allt saman 1,1 milljarð. Þannig að þarna ertu með 327 milljónir yfir og þar að vera sko þessi auka í búningsaðstæði 191 milljón, ok? Þannig að þetta er samt sko meira 40% framúrkeyrsla einu verkefni, þannig að þetta er ekki gott og þarna er náttúrulega bara komið ákveðið gat. Við bara stöldum að þessu núna og þið munum þessu áætlun sem ég talaði að það hefur verið talað svolítið Viðar Halldórsson. Hann er sko formaður aðalstjórnar FH og er í launuðu starfi sem slíkur sem er svona pínu undarlegt svona sérstaklega íslenska mælikvarða. Það kemur í ljós í þessari úttekt frá Deloitte sem þeir gerðu að beiðni Hafnarfjarðarbæjar að hann fær fyrir verkefni 60 milljónir. Það eru 60 milljónir settar á Viðar Halldórsson og þetta var ekki upprunalega áætluninni. Og þarna spyrja menn svona einhverjar bara alveg spurninga og beðja skýrsvör á þessu. Svör Viðars og aðalstjórnar FH eru á þann vega að hérna, hann hafi verið gerður verkefnastjóri þessa verkefnis og þetta er þessi sparnaðaráð vegna þess að ef það hefði fagmaður verið fenginn í þetta þá hefði þessu upp að verið þreföld. Þú veist Stærsta skoðun. Hvað kann mönnum að finnast um það? Sko, það er náttúrulega þarf að, sko, það er byggingastjóri settur í verkefni sem heitir Bjarni Bjarnason minnir mig. Hann fikk ekki krónu, en þess að hann hefur greinilega bara verið í rauninni sagt, við gerum þetta og það er þá í rauninni hort sem sparnaðaráð. Ég skal ekki segja hvað er rétt og hvað er rangt þarna, en þetta er allavega útskýringin sem FH gefur fyrir þessum 60 milljónum sem fer til Viðars. Það er bara það sem það lítur út að þetta var ekki í rauninni partur upphæðlega áætlunni sem er samþykkt. Skiptum aðeins hérna, tölum nú Jón Rúnar Halldórsson sem er líka svolítið verið talað og hérna, sko, mér finnst eiginlega erfiðast að ræða þetta þessu öllu saman vegna þess að hann hefur ekki sjálfur tjáð sig og það snýr ekki beint að FH. En það bara kemur í ljós að það er verulegt misræmi í bókhaldi FH og í rauninni í ásetningum Besthús sem er félag sem hann á og það er þannig að hérna, í þessari uppálega áætlun sem ég er alltaf að vísa í þar áttu að vera hérna, bókaðar 314 milljónir til þess að borga í rauninni fyrir grindina sjálfa, stálgrindina utan húsið. Svo uppað endar í 400 milljónum, það er Jón Rúnar sem sér að panta þetta hús inn fyrir félaginu Besthús sem hann á einn. Þegar ásetningar Besthús eru skoðaðir að 4 aftur í tíman frá þessu tímanbili að þá eru tekjunar 99 milljónir. Og þarna er bara 300 milljón króna misræmi sem í rauninni hann hefur ekki tjáð sig og kannski er erfitt að hérna, segja nákvæmlega hvað skýringar hann eru þá að gefa fyrir þessu en þú veist, það svona, maður hefur ágjörð því að þarna sem mögulega bara svona lögum ásetningabrót og skattundanskot, það er rauninni það sem sko rauninni orð á götunni fer á staði þessa átt. Þangað til að hann segir eitthvað annað, þá látum við þetta bara liggja milli hluta, en þarna er rauninni bara svona, herðu, hvað er þetta? Og þetta er náttúrulega, þetta er nokkur ár síðan sko. Þú veist, þetta er að byggja þetta hús 2017 og 18. Þetta er ekki í notkun 2019. Þannig að þetta var ekki að gerast í gær, þannig að það er búið skilöldum gögnum af sér. Við förum svo bara hérna sem sagt í þá skuldastöðu FH í heild sinni og þetta finnst mér persónulega alvarlegasta málað öllu að það er raun og veru bara samkvæmt opinberum gögnum frá bænum, skýrslunni og samskiptum FH og Hafnarfjarðarbæjar að þá er þetta 1.178 milljónir sem FH skuldar
og sem sagt þeir eru með lán upp á 670 milljónir sem þá í rauninni sko það sem kemur undan þessum umframkeyslum á þessum húsum sem það hafa verið að byggja og svo hefur Hafnarfjarðarbær greitt 283 milljónir sem eru þá bara í rauninni til að greiða niður að hluta til skammtíma skuldir og vaxtaberandi skuldir og bara fjármagnskostnað og svo eftir stendur bara eru 225 milljónir núna sem eru bara skammtíma skuldir sem þarf að greiða einans árs sem eru á félaginu og þetta eru samtals einhver 1,2 milljarður. Þeir eru að reyna að selja skessuna til Hafnarfjarðarbæjar til þess að borga upp þessu skuldir og það sem sagt í rauninni umræðan sem í gangi. Og ef við bara förum þá í það hvernig ég held að þetta endi. Hafnarfjörður mun kaupa þetta hús, skessuna, en þeir ætla bara að borga milljarð. Það búið að í rauninni gefa það út Rósa Guðbergsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar var í bara viðtali á RÚV að hún fór yfir þetta og sagði að það þarf líklega 1200 milljónir en við höfum bara milljarð til að kaupa húsi og það búið að gera ráð fyrir því áætlun Hafnarfjarðarbæjar næsta ári. Sko, þau munu hins vegar gera kvaðir þetta. Það verið talað það og maður hefur heyrt að útnúta sér að þeir munu sko, þið þurfum að skipta stjórn, þið þurfum við að gera mannabreitingar. Maður hefur heyrt að þeir munu hugsanlega gera þá kvöðum að Hafnarfjarðarbær verið með mann í stjórn FH. Sem svona bara sér på alþjóð og gjaldeyrisjóður myndi mæta inn og segja bara, hvað nú ætlum við að fá að vita allt hvað gengur á. Og bara svona í blálogin, það sem óþægilegt í þessu, það allt nálað milli aðila. Þegar út í svona milljarðar verkefnum, að þá ertu með í rauninni aðila sem sko formaður aðstjórnar og hann líka starfandi á skrifstofu og svo tekur hann að sér að vera eitthvað svona í rauninni byggingastjóri verkefnan líka. Bróðir hans formaður knattspyrnudeildar sem líka flytinn húsin. Það versta við allt saman finnst mér persónulega vera það að ég horfi á hinn mæta mann Davíð Þór Viðarsson eini maðurinn sem félagið teflir fram og svara fyrir þetta og mér finnst það ekkert eðlilega aðstæðanlegt hvar eru hinir í aðstjórninni hvar framkvæmdastjóri félagsins til að rauninni koma og svona mæta þessu og mér finnst það mjög undarlegt að hann skulle vera settur í þessu stöðu og maður lesi samskipti milli en þetta eru opinber gögn, þið skoða samskipti milli bæjarins og FH að samskiptin eru mjög súr á milli aðila. Berin eru súr og trausti er lítið. Þannig að þess vegna fara í þessa skýrslu frá Deloitte sem affjúpar þetta allt saman en þetta kannski líka bara sko maður bara svona kannski draga þetta saman í eitt að hvað gerist svona þegar að stórveldi eins og FH byrjar að falla eins og Evrópupeningarnir fara ekki að síga inn og þeir eru að horfa núna á það sem sko þeir ætla að gera það bræðurnir það sem Víkingur var að gera núna Já. Það var stóra planið þeirra og þeir voru að tala um það sko 2005 það á hreinu að þá fer þetta í þetta horf og eins og hún Rósa sagði í viðtalinu í gær, Rósa Guðbergsdóttir bæjarstjóri Hafnarfjarðarbæjar bara að það var farið allt úr geist og þetta var bara ekki nægilega vel planað og bara áætlanir stóðust ekki plús og þessar áleitnu spurningar varðandi þessar fjármuni sem við tölum á og hundavaði Hjörvar Hafliðason þá þetta máli eins og blasir við mér. Þetta var glæsileg yfirferð á þessu. Mjög vel gert, ég þakka bara fyrir mig. Já, og vinna sett í þetta. Já, heldur betur. Maður heyrði það, þetta var í mörgum liðum og hvað er næst? Hvað nú? Við fáum að vita það núna, ég gerir ráð fyrir því að eins og ég sagði að Hafnarfjarðarbær muni klára þessa samninga við FH að klára þennan milljarð og þá takaði yfir þetta 670 milljón krónar lán sem að slega það á fjármagnskostnað okkur einasta mánaðamótum og þess aðra skuldir, þeir þurfa síðan að finna lausn á þessum auka 225 milljónum sem þeir vera að skulda, sem eru þá skammtímaskuldinar og þeir þurfa að finna bara eitthvað lausn á því sko bara, þú veist, svona, bara svo átt ykkur á því að maður getur setið í skýrslunni og hún orðin opinber frá Deloitte að þegar þeir tóku þetta lán þá voru þeir að borga niður skammtímaskuldir og þá voru þeir að borga bara í rauninu góðum og gildum F-fáingum tilbaka peninga sem þeir höfðu lánað félaginu erfum tímum. Já. Þar á meðal Viðari og Jóni Rúnari og fleirum. Þannig að sko, ég ætla að segja það líka, just, ég held ekki að menn hafi verið að svindla henni svoleiðis, ég held bara að þetta hafi í rauninni bara farið í bara óefni þegar þessi mál frá A til Ö. Og við vitum það allir að bræðurnir tveir hann að vinna gríðarlega mikið starf í þá og FH. Bara frá sko hvenær tókuðu við þessu, það hefur bara verið sko í kringum Þeir, Viðar búin að vera alltaf að það bara búin að vera síðan alltaf en svona Viðar og þeir byrjuðu þetta í kringum 2000 kringum aldamótin og kraftur í þetta þá fer bara stað hálfgeitur Rósenborgar tíð hjá þeim svona, og norska mælingar á sínum tíma þannig að en eins og ég segi það er erfitt að láta íþróttafélög standa í stór framkvæmdum sem kannski þarf bara meiri faglegri þekkingu og ég held að það sé stóri lærdómur í þessu máli. Þetta var áhugavert. Gott að hafa eitt svona strákar. Gott að eiga eitt svona Jóa Má í Þetta er leikmaður sem að er hægt að kalla í
Við erum með mjög reiðan haukamann hérna. Hann getur slakað og þeir eru búin að fá allt. Það við sé aðstöðuna á Ásvöllum. Þeir eru að fá Hún er orðið glæsileg. Já, hún er orðið frábært. Körfuboltahúsið alveg geggjað þarna, sko. Mér finnst það frábært, sko. Svo er það að fá upp þetta fótboltahús. Haukar eru að vera stórveldi í Hafnarfirði núna. Já, mér sýnist það. Tölum um boltan. Auður er með Dóttor fútból, bestu fyrirtækjavextirnir 7,5%, engin binding og allur sápakki. Auður er dóttir Kviku. Og Freyr er farin frá Kortík. Hvað hérna, Hjálmar, hvað sér þú í þessu? Er það þinn landsliðsþjálfari? Freysi? Já, sko, þegar þetta gerðist, ég held bara að Freysi var ekkert að fara. En núna, já, veistu það sveimi þá. Ég er svona, ég vil meina að sé búið að ráða Arnar. Já. Já, ég vil meina að það sé bara klárt. Já, þú getur fætt 2,20 samt á það eins og á Epic. Já, ég er að segja, ég allan að, mér finnst bara að ég held að sé búið að ráða hann. Ok. Þannig að hérna, en eftir þetta gerist, þá náttúrulega fór bara að hugsa, þetta er eitthvað, en ég held að Freysi fari bara áfram erlendis. Gunni, það er auðvitað þannig að það kostar að losa Arnar Gunnlaugsson undan samningi. En væri ekki samt svolítið skrítið að... Verðið lækkað á honum í gær. Nei, verðið lækkað ekki á honum í gær. En væri ekki samt svolítið skrítið að, já, við tökum þennan því að hann kostar ekkit. Að vera svona reaktífir. Já, bara, þú veist, hvernig heldur að þeir spila þetta? Ég er sammála Hjálmari, ég held að það sé komið oflangt ferlið með Arnar Gunnlaugsson til þess að þeir geti bakkað út hana. Ég held að það sé bara staðan alveg sama hvort að það kosti það meira eða ekki. Ég held bara að ég meina Freyr, ef við horfum bara á, ég meina hann var næst langlífasti þjálfarinn í belgísku úrvalsdeildinni þegar það er reikn, sem er náttúrulega ótrúlega, það er búin að vera þetta í ár. Þannig að þú veist, það getur ekki hafa komið mönnum eitt brjálæðislega mikið óvart með ef við gengi Kortík að þetta færi svona. Og þeir kölluðu þarna í þjálfara sem hefur verið held í hérna 2 eða 3 áður. Þannig að þú veist, þetta er svona ákveðin vitleysa sem er þarna í gangi í Belgíu. Þannig að ég meina menn hljóta hafa gefið sér það á einhverju tímabúti þá gæti þetta gerst ef að menn hafa hort einhverja sviðsmyndir fram í tíman. Ég meina Freyr í raun og veru hendir síðan bara inn opinberri umsókn, fer bara í viðtal á fótbolta.net og hérna segir að þetta sé hans æðsti draumur og að nú þurfi KSÍ ég geta borga fyrir mig og þannig að þú veist, það er ekkert annað heldur en bara opinberri umsókn. Hvað verður? Eins og sé, ég er sammála Hjálmari, ég held að Arnar Gunnlaugsson verði næsti landsliðsþjálfari. Gott fyrir sambandið samt að geta svalið og skoðað og bætt í þessu. Og ég meina þeir hljóta að hafa sæmilegt val og sæmilega pulju úr að velja. Því að ég held að sjáu allir sem vilja að möguleikarnir á að komast að HM 2026 eru bara mjög miklir. Það er mót sem að geti verið virkilega glæsilegt í alla staðir, sko. Það er rétt. Já, nei, ég segi bara sem ég sagði áðan, sko, mér finnst þessi, sko, stóra generalpröfan fyrir Arnar Gunnlaugsson í þetta allt saman var þessi Evrópubrölt víkingana og hann er bara búin að negla það ferli frá A til Ö. En ég veit ekki, sko, Freysi náttúrulega bara, sko, mann finnst einhvern veginn vera, sko, að sko, Freysi muni ekkert að þjálfa landslið. Ég held við vitum það allir. Hvort það verið núna eða ekki, ég veit ekki, kannski, þú veist, hann fær alltaf, menn hann er með geggja orðspor í Danmörku, hann getur lappað inn í einhvern gegn þar, hann kannski heldur það bara áfram, en ég veit ekki, ég var ekkert sérstaklega spenntur fyrir Arnari, bara svona fyrir árið síðan í þetta starf. Núna finnst mér hann bara réttasti maðurinn í starfið, ekki spurning. Hjálmar, þú ert nú búin að fylgjast með íslenska landsliðinu í mörg ár. Hver er uppáhalds landsliðsþjálfarinn? Hver er svona þinn maður? Ég var alltaf Sigfríð Held maður. Ég veit ekki, ég var kannski svo eini sem var Siggi Held? Já, það var minn maður og ég hafði rosalega trú á hann og einhvern veginn. Á Sirius? Það var Sirius, hann var rosalega alvarlegur og var svona svolítið gamlega í skólinn og... Hann er ennþá á lífi, kallinn? Er hann ennþá á lífi? Já, mér langar rosalega að fara og hitta hann. Getur þú please látið það vera verulega? Það er svakalegt. Þetta er svona Ölsen 2.0. Já, það væri rosalega að hitta Siggi Held. Já, hann var minn maður. Hann var ekki í vinna Pétri Pétursinni? Nei, hann gerði sítt hár og það var að pera. Ég er svolítið gaman á þessu. Já, glaut að vera, auðvitað var það þinn maður að sjálfsögðu okkar besti Sigfríð Held. Drengir, við ætlum aðeins að fara hérna yfir í íslenskan fótbolta. Fyrir svo í enska boltan, við erum bara róleg. Já, það er Kjartanfæði sem sér þetta allt saman. Og maturinn í ár, jólamaturinn, kemur allur frá Kjartanfæði. Herru, það eru Íslendingar á leiðin í nýliðavalið mögulega í MLS. Já. Úlfur Ágúst og Sigur Arnar. Mitt. Er það ekki, þú veist, þó að ég sé ekki hjúts aðdáandi MLS deildarinnar, þá er það nú svolítið cool að vera Drafted. Já. Það er mjög cool. Geðvögt.
Þeir tala það sko að hann gæti orðið svona Generation Adidas leikmaður hann Úlfur Ágúst. Hvað þýðir það? Það eitthvað, þú veist, ég þarf að heyra í Brynjari Benaði það er flókið fyrir mig að skilja en þá ertu held ég með eitthvað svona guaranteed pening frá Adidas og eitthvað svoleiðis. Það alltaf einhverju nokkri leikmenn held ég í hverju nýliða vali sem að Er þetta svona eins og maður sér í NBA og hinum stóru íþróttunum í Bandaríkjunum að þú veist, þetta er bara svona viðburður og svo býða allir og allir saman og ekki með tilkynning og svo þeir mætti með húuna. Er þetta þannig að hefur þið hugmynduðakunni eða? Nei. Þá er þetta líka mjög cool að vera draftið sko. Það er svo geggja ferli. Sko, af því að kanin oft rosalega næs en mönningi eftir svona NBA nýlegavelum þá ertu úað á The Seattle Supersonics select Hjálmar Jóhannsson. Það var alltaf búa þegar New York Knicks draftuðu Kristaps Porzingis sem að reyndi sig að vera mjög stór prófíll og NBA-meistar í dag. Jaskilennin hann, sonur. Er þetta sonur Jaskilennin? Já, lauta. Alltaf gaman þegar það dettur. Já, er alltaf mjög Emil Jaskilennin í Akron. En Úlfur Björnsson hann mest spennandi, hann efstur af framherjum í þessu vali. Það er rosalegt. Já, þetta spennandi að sjá hvort að hann fari í MLS-deildina. Við eigum náttúrulega nú þegar leikmenn þarna og við eigum náttúrulega leikmenn sem eru unni þessa deild í Guðmundi Þórarinssyni. Nú, er eitthvað meiri í þessum bolta? Er eitthvað að gerast? Ég veit að þið afturreitingamennir voru með eitthvað flott kvöld í gær. Já, ég mista af því miður. Já, en hvað er að gerast í boltanum? Það mjög lítið, það bara ennþá á jól. Já, menn eru jólafrí. Já, það ennþá höldu hvar Galdur Guðmundsson endar. Ég veit að menn í Úlfarsárdalnum voru svektir að missa af Tómasi Bent niður á Hlíðarenda. Að einhverju leyti kannski af því að hann að mér skilst býr hjá aðstoðarþjálfarunum, hann tengdasonur Helga Sig held ég. Og mér skilst að það sé staðar, ég tek það á mig ef þetta rátt. Þægilegt við morgunverðarborð. Íslenskur fótbolti. Já. Þannig að annars rosalega lítið í gangi, en ég held að það sé hins vegar alveg ljóst að af því að við erum að tala afturhaldingu, það sé alveg ljóst að það kemur framherji þar og ég held að það verði fyrr heldur en síðar. Þannig að ég myndi halda að snemma í janúar að þá verði framherji tilkynntur í Mosó. Það held ég, við ætlum að henda okkur í ef ekki bara fara í enska boltan, því að við erum með Hjálmar Jóhannsson sem náttúrulega þekkir enska boltan betur en flestir. Jói Már, þú ætlar að kveðja okkur? Já. Ég þarf að fara bara út í vinnuna sko. Ég ekki eins og súpistjörnunar sem bara sko eru bara hvað er klukkan 10:55. Við erum mjög lítið sko. Við erum mjög lítið sko. Fyrstni sem kallar. Takk hérlega Jói. Takk fyrir mig. Gott að fá þig. Það var mjög gott að fá Jóa og við höldum áfram og förum í enska boltan. Beglu Company, The Beglu Company í Smáralindinni eru vinnir Dóttur fútból. Þeir eru þarna rétt hjá Íslandsbanka. Þið vitið þarna í norður enda heitir þetta. Já. Og þeir eru með beglurnar frábæru. Nú, menn eru svona aðeins að koma sér fyrir eftir að Jói fór. Byrjum þetta á deildabikarnum. Einn af leikjum ársins fór fram í gær þegar að Tottenham og Manchester United mættust. Þrátt fyrir að Tottenham hafi bara fengið 0,75 í XG eða eitthvað álíka. Þá skoruðu þeir samt 4 mörk. Bæindýr í gjafastuði. Þeir voru báðir markurinn. Freysi Forster var í meira gjafastuði sko. Þetta var rosalegu leikur sko. Litla dæmi 0,67 en skora 4 mörk. Já, ótrúlegt. Þetta var náttúrulega bara magnað og það er náttúrulega ef eitthvað lið átti þetta inni þá var það Tottenham Hotspur. Og ég sagði það, ég held ég að sagt það í þætti. Tottenham getur ekki gengið vel í deildinni vegna þess að við erum að fara að taka dollu. Og öllu líkitum þetta að vera dollar. Þeir eru að fara að mæta Liverpool í tveimur leikjum. Jón og Hissa, ég var búin að gleyma því. Ég elska það fyrir góðlag. Traditionalisti. Já. Við viljum fá replayin aftur í FA Cup. Já, takk. Ángríns. Solomor Moors eitthvað að fá replay aftur á móti í Portsmouth. Já, takk. Já. Fá pening í kassan. Fá pening í kassan. Já, Manchester United meira með boltan. Áttu miklu betri færi, 4 big chance á móti 2. En tap var niðurstaðan. Náttúrulega Bæindýr
mjög lélegur í markinu, hins vegar nú alveg hægt að finna aðeins til með honum með þessu marki beintur horni því að hann komin í loftið og fær þarna smá slinka á hendina en það bara eins og það Hjörvar, það ekkert að vera dæma þetta dæma og eitthvað svona það náttúrulega ekkert var það var ekki svolítið gaman að hafa ekkert var í gær jú, það var svona sem alltaf en það alltaf gaman að hafa það var alltaf gaman að hafa vonin að sé eitthvað að markinu þetta svolítið ég finnst haldið og sleppt ég get alveg viðkynnt það að ég eiginlega missi ekki af Tottenham-leik þetta langskemmtilegasta liðið að horfa á held ég á svona Chelsea í dag þetta bara svo skemmtilegu fótbolti og ég mjög ánægður með það líka að Fraser Forster sé ekkert mikið að stressa á því að hafa gert ein mistök þá hann samt ekkert eitthvað hræddur í kjölfarið einmitt Óttu Google kom í viðtal og sagði Are you not entertained? Einmitt, are you not entertained? Þetta fekk mig til að hugsa maður ekki frekar til í að sjá liðið sitt ok, ég veit að það mikið tala titla og dollur og þetta allt mælt í því einhvern veginn en maður ekki frekar til í að sjá liðið sitt spila skemmtilega leiki vik eftir vik ég meina, þeir eru alltaf í skemmtilegum leikum Ert þú að Nei, ég ekkert að tala Hvað að fara yfir í Nei, ég bara að segja Þú veist, að því að nú erum við að sjá til dæmis eins og með Chelsea, þú veist, bara fáránlega skemmtilegi leiki vika eftir viku. Að því ég fór bara að hugsa, þegar ég satt hérna í sófanum síðasta laugardag. Já, eðlilega ert þú náttúrulega kannski bara mest spenntur fyrir ykkur hotspittum, þannig að þér finnst gaman að sjá open play. Ég er að reyna að vera svolítið alvarlegur. Ég satt hérna í sófanum síðasta laugardag og ég hugsaði bara, mér finnst ekki gaman að horfa á þetta Arsenal-lið eins og staðan akkurat núna. Þú veist, þeir eru svona að einhverju leyti found out. Þeir eru að einhverju leyti svona frekar takmarkaðir sóknarlega út af því að þeir geta bara sótt öðru megin verið störa. Bukayo Saka ber hitan og þungan þar. Þeir eru ekki með framherja sem að gera allt mjög skrítið þarna fram á við. Þá fór ég að hugsa tilbaka, ok, það samt ekki, þú veist, það ekki einu svona lið ár síðan að það kom 3-1 sigur á móti Liverpool, það kom 6-0 sigur á móti West Ham, það kom 4-1 sigur á móti Newcastle, það kom 6-0 sigur á móti Sheffield United. Þú veist, þetta að gerast allt í sama mánuðinum. Þú veist, það ekkert langt síðan 3-0 úti sigur á móti Brighton, góður leikur á móti Aston Villa sem að tapast, en mér fannst samt Arsenal-liðið gott í þeim leik og skemmtilegt á að horfa. Sko, það að umræðan hafi á einhverju tímapunkti verið að Ange Postecoglou þyrfti mögulega að fara finnst mér alveg galinn því að ég var að segja þetta síðast þættir ég búinn að segja þetta líka að því ég mjög hrifinn af Ange og hans hugmyndafræði og hvernig hann leggur upp leiki og annað þú veist hvort þetta vinni titla, ég veit það ekki en þetta ekki skemmtana Jú, þetta líka skemmtana það ekki spurning, þetta líka skemmtana kannski aðeins að bara öðrum Tottenham og Liverpool mætast síðan í deildinni við förum í það á eftir en þau mætast í undanúrslitum deildabyggsins í hinu leiknum verða síðan Arsenal og Newcastle Arsenal vinna Crystal Palace 3-2 þrenna frá Gabriel Jesus og svona eftirleik þá náttúrulega þegar það ekki var þá eru menn svona benda á mark sem að kemur sem að hefði tjálkað of en það ekki gert í því að sjálfsögðu við sjáum að Jean-Philippe Mateta skoraði eftir stóðsendingu frá Dean Henderson markverði Crystal Palace en málega þetta svo típist líka fyrir Arsenal sko nú mun Gabriel Jesus fá traustið í næstu leikjum þetta bara nákvæmlega svo þegar Eddie Nketiah skoraði þrennuna í fyrra svo fekk hann traustið í nokkru leikjum sem að skipta máli og ég hef ekki segja að það hefur verið sorgarsaga en Eddie Nketiah hann einmitt minkaði munin það nú gaman að sjá Liverpool unnu Southampton 2-1 og Brentford eru skelfilegir útivelli og þeir töpuðu samfarandi 3-1 á móti Newcastle. Það nefnilega skemmtileg viðureign í enska helgina sem við tökum það sem að Brentford kemur fyrir. Við þurfum að fara þessu hana eftir. Ég fekk sent skilabóðið mitt út af því. Já, við förum yfir í bara deildina núna. Það lagning. Færð og leggur bílnum. Pantar stæðið á lagningu. Þeir taka bílinn og við erum farin að þekkja þetta. Þægilegt. Kóðinn DOC15, þá farið 50% afslátt. Já, fullt af leikjum helgina. Stærsti leikurinn, það Tottenham Liverpool? Já, það stóri leikurinn. Sunday. Það rosalega leikur. Sko, það eitt leikmaður sem hefur svolítið gleymst í umræðinni og maður hefur svona fengið töluvert að skilabóðum. Það James Maddison. Sem sagt, og ef við kíkjum aðeins á sendi ég ekki á okkur með James Maddison ég hef kannski glemt því og
Já, það skiptir ekki öllum máli en James Maddison, hann hefur sem sagt skorað miklu meira heldur en fólk átt að sjá. Hann hefur verið að raða inn mörkunum í deildinni. Hvað skoraði hann í síðustu helgi? Bara 2 á móti. Hann með 7 mörk í deildinni. Já. Hann er búin að vera algjörlega stórkostlu. Hann samt búin að fara undir þeir reytar. Ég skil ekki alveg hvað það er. Nei. Og það sama með tóttanarstuðismenn. Menn eru svona, Maddison eitthvað. En töluna ljú ekki. 2 á móti Southampton. Já. Sko hann á móti Manchester City náttúrulega. Martin Ødegaard hefur spilað 131 leik. Akkurat, og Maddison hefur spilað 109. Martin Ødegaard hefur skorað 32 mörk í 131 leik. Maddison með 33 mörk í 109 leikjum og hann er búin að spila fyrir Leicester. Akkurat, já. Og hann er líka með fleiri stóðsendingar, 30-25 í miklu færri leikjum. Algjörlega. Hann er algjörlega stórkostlegur leikmaður. Erum við svolítið að gleyma þessum leikmanni? Já, fólk er að gleyma honum. Og ég tek bara eftir, ég bara sérstaklega í kringum eins og fantasy hana. Já. Menn er ekkert að pikka hann. Akkur tekur Martin Ødegaard sem? Þetta er bara það sem kom. Þetta er búið að vera út allt á netinu. Já. Ég var ekki takið saman. Myndir þú taka Maddison í þittlið frekar Martin Ødegaard? Allan daginn. Já, einmitt. Allan daginn. Það er bara þannig. Ég meina, myndir þú gera það sama? Við veist þetta ekki svo líkir leikmenn en ef ég þarf mörk og stóðsendingar þá myndi ég frekar taka Maddison en svona hvað var það svona spil út á velli. Er það það sem þú ert að leita að hjá miðjumanni? Framsæknum miðjumanni, já. Já, takk. Ég þarf mörk og stóðsendingar. Ég held að ef við förum í key pass eins og eitthvað svona það er fínt að fá þetta en það er komið oft bakdera megin aðmanni frábær leikmaður og svona stemmingskall tekur allar svona einhvern veginn í grúbuna sko. En hverju verða í vörninni hjá þér? Hverju verða Dragosín og strákurinn í vörninni? Á móti Liverpool? Já. Assi Grey flottur maður. Já, hann er geggjað. Já, hann er flottur. Hann er 19 ára gamall. Hann getur líka leist. Ég veit hvað áttu við þetta. Ég er alveg sammálaður. Hann getur leist bakvörð, hann getur leist miðjuna. Já. Hann er eflust bestur á miðjunni. Hann svona virka pínlítið svona boybandstrákur sko. Já. En hann kemur frá Leeds. En hann getur leist alla stöður. Hárið rétt. Verður hann í miðvörunum, ég er svona gæla við að einn af þeim verður komin aftur tilbaka. Það er rosalega meiðsli á Tottenham. Þetta eru meiðsli. Ég veit það. Þetta eru meiðsli. Þetta verður áhugaverð. Vicario, Udogi, Romero, Ben Davies, Bentancur verður ekki með. Nei, ég meina það er öllu líkitum verður bara miðvörunni sömu. Það verður bara sama uppstilling nánast. Þetta er áhugavert Liverpoolið efst aðeins verið að hyggsta undanförnu en þeir hafa verið lánsamur með það að hinliðin hafa ekki verið að hitta á þetta nema auðvitað Chelsea og Chelsea er að fara að mæta eitt af sínum bókíliðum tala við stuðningsmenn Chelsea sem er bara stressað fyrir sin leika móti Everton. Já. Þetta er leikur. Já. Og gaman, þetta er ekki hátíð, ég held að vera í hátíð. Nei, klokkan 2 á sundaginn. Já. Þetta er á 2 sundaginn, já. Þetta er alltaf, við hefum svo sem rættum þetta með Mihailo Mudryk, með ólíkindum hvernig gerast þessir hlutir. Ég þarf að fá að sjá hvaða efnið þetta er. Þetta er sama og Sharapova fjall á, ég man ekki hvað þetta var. Nei, þetta er ekki Class A eða eitthvað svoleiðis. Sko. Ég held að þetta var Class A. Þetta var eitthvað opinbera hvaða lyf feldan er að ræða lyfið. Þetta er að hæða og súrefnisskort sem er takkað inn. Hermenn hafa verið takkað. Meldonium. Er þetta, ef þetta einhver framleiðslu blóðkotnana og eitthvað svoleið, maður sjá, tennist þetta. Já, einmitt. Já, þetta er alvarlegt. Þetta er Sovjet. Þetta er ekki alveg nógu gott mál. Þetta er líka ekki eitthvað sem þú tekur inn fyrir slysni. Nei, þetta er ekki í einhverju sem voru að borða eitthvað kjaftaði. Þetta er framistuðu bætandi efni, það er klart. Arsenal eru auðvitað líka að spila helgina. Arsenal mæta, er þeir ekki á laugardeginum? Er þetta ekki svolítið skeri leikur? Palace. Já, þetta var ekki skeri allavega þessi 3-2 leikur. Nei, þeir voru miklu betri, þið voru miklu betri með Crystal Palace. En ef við svona skoðum aðeins hérna Hjálmar, þú sendir á mig gögn þar sem að þú sagðir og hefðir áhyggjur af Arsenal-liðin í ár. Varst þetta með smá Arsenal eftir 16 leiki og þetta sjá þeir sem eru að horfa. Já, við vorum að fara yfir þetta áðan en ég veit ekki alveg okkur út að tegja. Nei, við vorum ekki búin að fara yfir þetta. Sko, ég var að ræða þetta rétt áðan. Já, en þetta eru gögnin. Já, þetta er með, þú veist, fara frá 2022-2023 úr 40 mörkur niður í 29. Þeir eru náttúrulega mun færri stig líka. Ég get sagt ykkur eitt bara östutt, góðu félagi minn var á Arsenal-leiknum núna síðustu helgi á móti Everton og hann sagði það var svo skrítið, hann rosalega Arsenal var búin að fara marga leiki og hann sagði að þegar vorum að Hæpur í gamla dag og Thierry Henry fekk boltan
þá kom frá kliður alla allir alveg og stóla niður á stóla að rís upp og mér kliður, skanna kliðurinn kemur núna hotspinnum í hotspinnum hann sagði þetta það er ástand hann sagði þetta ekki nóg gott en þetta er fagleg gagnrýni þarna Nei, hún er það náttúrulega alls ekki frekar en áður þegar Arsenal rætti þessu þætti þá er gagnrýnin sjaldnast fagleg ég, eins og ég segi þú veist þið talið um mörk og annað ég meina, liðið er samt búið að skora 29 mörk það er raun og veru bara Chelsea sem að sker sig úr þeir eru með 37, Liverpool er með 31 mark það er 2 mörkum meira Þannig tók Arsenal ekki óseiman Veistu það Hjálmar, ég bara veit það ekki hann var svo sturglaður á móti Tottenham ég hugsaði bara, hvað er að ensku liðan ef hann hefði verið við getum sagt þetta með hvaða framherja sem að færði sig set í sumar hann er svo Arsenal bound einhvern veginn ég veit allt um það en hann hefur séð framistuðu Kai Havertz í framherjahlutverkinu á Þýskalandi í sumar og hrifist með og maður getur alveg skilið það sko, ég meina þetta er bara partur af breytingunni á boltanum í dag og það er, ég meina, þú getur tekið nákvæmlega sömu tölfræði með Manchester City þú getur tekið nákvæmlega sömu tölfræði með Liverpool Passum okkur að það er ekki allir að horfa er einhverju sem er bara að hlusta en sjá ekki það sem er að tala um það er þetta með Arsenal eftir 16 leiki síðustu 3 tímabil Við ætlum að tippa át allt saman og með alltaf með eitthvað svona fær maður ekkert að tjás Jú, fyrst nóg að tjáða Þetta er að verða svona fórnarlöfin í stjórnmálöfum Nei. Ég fekk engan tíma til að segja neitt 10 leikir framöndan í enska boltanum laugardag og sunnudag tippum á þetta með löðri og löður að sjálfsögðu núna á Akureyri og nú er tíminn til að fara í löður bílarnir eru skelfilegir fáum á hreina Jólin, byrjum á þetta og Gunni, þú byrjar, svo fórum við yfir á Hjálmar, Aston Villa, Manchester City 3-3 Þetta verður skemmtilegsta leikur umferðar Nei, 0-2 0-2 Ipswich, Newcastle 1-3 Newcastle 1-2 West Ham, Brighton Þetta er leikur 0-3 Brighton Sko, ég held nefnilega að Brighton sé að gefa eftir og West Ham sé aðeins að gera sig í gang ég ætla að segja 2-1 West Ham heldur betur Brentford, Nottingham Forest Þetta er áhugaverðasti leikur umferðar Ég er sammála því Þetta er, það er rosa Þetta er besta heimaliðið á móti top 3 útiliðið Eitthvað þarf undan að láta Ég ætla að segja 2-1 Brentford Ég held nefnilega að sé að komast upp núna Nottingham Forest þannig að ég held svona að þetta sé að þessi er að ljúka, það hlýtur að vera þeir eru með lægsta possession þeir eru heldur með næst lægsta possession í deildinni þetta getur ekki haldið áfram, ég trúi 40% eitthvað og kantara bara Ég fekk skilabóð á Facebook og Instagram sérstaklega út af þess að þætti menn missi ég að fara orðan að leik ég sé að 3-1 fyrir Brentford 3-1 Brentford, Crystal Palace Arsenal 1-3 Arsenal Þetta er eitthvað, þetta er under the lights þarna 17:30 leiðandi, allir eru búinir að spila Arsenal kom inn eftir deildabikarinu og þetta er 1-1 Þetta er 1-1 Fulham Southampton 2-2 Nei, ég get það er sátt að líkta þessu ég finn það sama sko ég ætla að halda með 2-2 og þú ætlar að koma með 1-2 Júrits vinnur fyrsta leikin sin Júrits er að taka með þið veitir hvernig þetta er ég hef séð þetta allt á þessu ég er bara með þess Fulham bara með svo gott lið mér stóð ótrúlega þess að gera að segja þetta Leicester Wolves Wolves Leicester vinnu þannan 1-0 allt í kaos í Wolves sko ef þið ná að vinna svo út úr kaosinu þá vinnur Wolves þetta 2-0 2-0 Wolves, ok, það verður gaman Leifur og La Primavera verður ánæður að heyra þetta Everton Chelsea 1-1 1-1, hvað segirðu? Ég held að Chelsea vinni þetta, 1-2 Manchester United Bournemouth 1-2 Bournemouth eftir sigur þeirra í fyrra þá er svona dropin hól á steininu alltaf Nei, Júlandi tekur þetta það er bara, hann er að gera góða hluti það er allavega hörku stuð hvað segirðu hérna Hjálmar, 3-0 United Tottenham Liverpool, þetta er stórleikurinn og hvernig er hann, Gunni? 2-2 ég er bara með fast í hausnum 3-0 Tottenham 3-0 Tottenham þetta er eitthvað, mér finnst eins og slott sko, ég ætla að segja ykkur eitt, ég var svo hræddur við Klopp ég
Jó, svo hrættu það hann Ég er ekki hrættu við Slott. Nei. Mér finnst hann svo töff og hann líka fílaði við Slott að hann ekki Mér finnst það töff hann ekki í fjórðadómaranum eins og svo margir hverjir Nei, hann rosa cool á fjarinu, mér finnst hann töffari ég er ekki hrættu við hann Nei. hann bara svo bríð, töffari Heldur betur. Má ég sjá, þá höldum við áfram og ætlum að fara hér í sjá, hvað ætlum við að fara í? Ég ætlum að prófa bara að íta þennan og taka hérna. Já, Er þetta hérna? Já. Þannig, ég var að vitlaust stað. Já, Förum í að velja vinnera og lúsera úr vikunni. Einar Á vinnir í byggingabransanum. Einar Á vinnir þegar þeir koma með þurrkurnar sem taka allt upp. Já, ég er að tala um Wonder Vibes að sjálfsögðu. Hverju voru vinnerar í þessari viku, drengir? Svona, hvað kemur fyrst upp í hugar þegar ég segi vinner og þessi vika? sko ég get sagt ykkur Akapelux og Víkingar Já, að sjálfsög ef við tökum þetta kannski svona á tilfinninganótunum Garðar Örn Arnarsson fyrir þættina sinna Grindavík Grindavík, já, heldur betur. Sá er að gera góða hluti þannig frá maður Já, Geggjað ég komst ekki. Þú varst með sæti fyrir aftan mig Já. Engin frá Dóttor fútból, það var svekkjandi En við komum næst Já, við komum næst, heldur betur. komið næst Maður Það var klikkar, stórkostlegt. já, maður klikkar ekki á því. Nei, Sko ég ætla að setja vinnarstimpil á Freyja Alexandersson ég held að þetta sé gefurspor fyrir hann Að komast þarna í burtu? Já, komast þarna í Ok. burtu Já. og ég meina, ég vona hann hafi fengið veglegan starfslokasamning og hann hafði á skilið eyða jólunum í faðmi fjölskyldunar ég hugsa hann er mikill fjölskyldumæður nákvæmlega sama sko. Pössum eitt hérna orðavali hér. Já, Eyðir ekki tímanum með fjölskyldum. Nei, ég sagði verja Það var verja. Já, ég sagði verja Sagði reyða. Ég sagði verja tímanum við play the tapes, bullies Já, ok, þá var ég Roll bara tapes. ímynda mér. Afsakaðu. Fleiri vinnarar. Svo var að koma núna bara mjög fersk frétt að IBVF var dæmdur sigur, það var staðfest að þeim var dæmdur sigur 10-0 á Haugum í Byggarnum í körfunni? byggarnum í handboltanum. Já. Já, þannig að það verður að setja vinnistimpil á það þó að málið sé umdeilt, alveg klárt. Raflin vinnur líka Gaman að fylgjast með honum á pílunni Já, heldur Jú, það var gaman, maður. Já, hann er algjör vinnir. Sko fleiri vinnar Markuju Já, Chelsea. Já, það er leikmaður sem ég er hrifinn af. Já, Já, hann bara, Jackson er bara þenni í stuði að það er bara ekki tætt að taka Jacksonin í burtu. nei Nú, svo ætlum ég að fá að velja annan vinnar, það Já. er Röggi, fiskurinn sjálfur. Fiskurinn í gær var algjörlega frábær, harðasti víkingur landsins mætti hérna og söng og trálaði langt fram á nótt eftir magnaða framistöðu víkinga í Austuríki. Eða er einhverjum sem áttu erfið þetta viku, lúserar, ég menna ég ætla að fá að velja báða markmenn og leiknum í gær. Já, takk. Ég var með þá, Já. sko Michael Smith náttúrulega, en það er eiginlega samt ekki hægt að velja hans að lúsa, sko, því að þetta var svo góðu leikur. Þetta var Píluleikur. rosalegu leikum. Gær. Þetta er bara einna betri leiki sem maður er séð í einhver ár í pílunni. Já. Nú, Ég tók viðskipta ákvörðun í þriðja settinu. þetta verið búið. Þetta verið búið og sett á jólamynd í tæki. Hvaða mynd var það? Christmas Vacation. Ég tek hann alltaf einu sinni. Svo byrjaði þetta að mjalla inn, sko. Hafið þið eitt að Chevy Chase, sko, veist, off camera er það bara einhver leiðilegasti maður í heimi. Er það? Einn erfiðasti maður sem hún getur unni með Já. og það var bara, það er ástandi kringum hann það var svolítið í kokaininu og það var svona hjálpa honum ekki en svo er hann vist alveg rosalega erfiður Já, jólasnjór. það er vist alveg mjög erfiður í öllum samskiptum og getur gert mannum þeir lítið síðan neitt. eigin leiðir Fyrir sína eigin leiðir þegar það kemur að þessu öllu saman. Má sjá, ég er að lenda í, ég er að fara að heita á nei eða já. Já, Erum við tilbúin í, Holland á móti Watkins helgina, maður. Það verður hvað séu, Holland á móti? Watkins helgina. Það verður áhugaverður slagur. Já, það virka bara svo þreyttir En máli er ef að City tapar stigum þannig þá skal ég kvitt upp á svona mínikrísu. Já, Ég er ekki tilbúin að gera það alveg strax. ég er bara á meina, sama stað sko, ég er þú ekki veist, tilbúin að alveg Nei. Það kemur ekkert óvart að þeir myndu mæta hérna eftir áramót og vinna 18 leiki í röð, sko. við slum fá nei eða já fyrir, síðasta nei eða já fyrir jólin og það er með æsver og nýja búðin þeirra í kringlunni glæsileg. Það var bara að segjast alveg eins og er. Ójá, Ójá, æsver, Ég það farið í sem Kringluna prísin bara er fer. Ég farið í kringluna í háa herrastíð. Geðu veit í kringlunni. ég fyrir okkar nánast á hverjum degi sko Hvað það? Já, En við fórum alltaf okki, en ég fór ekkert inn í Nei, ég legg alltaf uppi Fór ekki inn í kringluna. Ef þið viljið finna mig, legg alltaf uppi, alltaf samastað uppi Ég er ekki alltaf niðri. Ég legg alltaf niðri. Það veitir okkur ég legg uppi Nei. og því ég var að beinskyldu bíl í gamla þetta gamla dag og ég var svo hrættur að fara brekkuna þarna upp Já, en ég fór í brekkuna á kvöldin, æfði mig
Já. Ég algjör meistari, komið beinskiptabíl, það sýn ykkur. Já. Þetta ég hef ekki heyrt. Keyrir einhver á beinskiptum í dag? Já. Ég finnst oft gaman að keyra beinskipta bara til þess að. Ég elska það, stutt á milli gíra. Já. Nú gætu, bara neyða gætu Tottenham slysast á Málm þetta árið? Ég að segja það. Þeim gengur ítli deildinu til að vinna Málm. Þeir eru úr FA Cup, eða ekki? Nei, þeir eru úr FA Cup. Nei, betur hverja fengu þeir? Þeir fengu Liverpool. Nei, þeir fengu utandeildarlið. Alveg. Ótavelli. Hér spurning, hefur Gunnar Birgisson öskrað á úlinga eftir að lúxusbifrið hans varð fyrir barðinu á snjóboltum í Helgafellskverfinu í Mosó? Nei, það hef ég ekki gert. Það hef ég alls ekki gert. Hver spurði þessar? Þetta er svona sér dítil eins og þetta hefði gert. Já, ég veit hvað Þetta er ekki. Þetta er eitthvað grín sem að gengið á langt. Á hjammi Spurs-tríu með Good Johnson aftan á? Nei, þeir miður. Já, ekki. Nei. Nú, það voru flotta treyjur, var ekki svona smá neongulur í þeim. Já. Mun stytting vinnuvikunar skila sér aftur í stúkuna í Kópavogi í febrúar? Stytting skila sér aftur. Já. Veist hvað stytting vinnuvikunar eðilaði? Hvað? Lægir 9 to 5 með Dolly Parton. Já. Brandari sem ég fatt að bara núna daginn. Býtu, ég skil ekki. Nei, ég skil ekki spurning. Lærði Hjálmar allt sem hann kann í liftingarsalunum af Lalla Gretas? Já, ég get alveg sagt það. Já, hann gaf mér helviti góð unstuð. Nú, maður sjá, mun einhver þóra að koma til Manchester City í janúarglugganum? Já, klárt. Þeir munu sækja 2 stórnum. Já. Nú, verður nafni minn Gunnar Birgisson eitthvað að spóka sig í menningaborginni Zagreb í janúar? Já, ég verðar. Lók janúar. Þið verður báðið þar? Ég verðar. Verður ekki öll elítan þarna? Ég verðar. Ísland. Er ekki alltaf allir ríka fólk hangandi yfir sem stóð? Ég er í vinnu. Laka til að heita það. Það er vinna. Það er vinna. Ég ekki segi svona vinna. Ég setti gæsalappir vinna. Ég elska að þeir menn taka gæsalappina. Tekur þú íslensku? Nú, tekur þú íslensku gæsalappina? Það er ógeðslega. Ég fæ svo sem spurningu hér, hvaða tips hefur hjammi til ungra kallmanna sem að deyta ítalska konu? Frábær spurning. Bara muna eitt. Já. Ég komið frá the land of the ice and snow. Hæfið það bara í huga. Þú veist, það er stærra heldur en margir halda. Er Hafliðason orðin enn harðari Dimitri Van den Berg maður í pílunni eftir að skyndilega hann var mest óþolandi spilari í heimi? Já, ég get alveg, og hann líka fitnaði glæsilega. Maður elskar það. Já, maður elskar það. Alltaf þegar menn fitnaði þá verður maður að fíla á. Nú, gæti Gunnar Birgisson hugsað sér að fara upp á hvítinskonuna ef hann væri á lausu? Hvaða er þetta við hæði, spyr ég? Það er föstudagur og stutt í jól. Það er klárt. Nú, maður sjá. Já, það er hérna endalaust af spurningum. Vá. Hérna, ert þú að fikra það áfram í andlega heiminum? Ég er náttúrulega hefur alltaf verið andlegur, aldrei þurft að fara í einhvern heim til þess. Já. Þannig ég er það, já. Er Mikael Arteta líkari George Graham í sinni nálgun en læriföðu sínum Pep Guardiola? Nei. Já, þú náttúrulega stóðir í George Graham. Það skiptir ekki máli. Hann er náttúrulega, hann er að taka svipaðan stíl og Pep, en þeir báðir eru í smá brekku. Maður finnur út af því hvað margir leikir sem George Graham vann 1-0. Það var svakalegt. Það var alveg 1-0 lið. Þú náttúrulega tókst hann síðan til Tottenham. Já. Og hann tók deildabikarinn. Já, gerði það. En við heldum þess að reyndar að... Var það síðastu deildin sem að... Nei. Skoraði úr sigurmarki í þeim leik. 99. Það var hann hérna normaður. Dani. Nei, Daninn. Það eru alltaf normin á stöðum. Já, Martin Örgóð. Ég man ekki hvað hann heitir. Alan Nielsen, já. Ég er rosalega Alan Nielsen sem að gerði það. Ég sjá að við erum hérna með snakkpóka fyrir frá okkur. Ég ætla að byrja stafsökunar að hafa að fara að klára þetta. Mér finnst það ekki snill, sko. Ég vil eitthvað öllu svona þáttu þá fullu póki, en eðlilega er hann tómur hér hjá okkur. Það er getið, þetta er ekkert punt hérna, ef það er eitthvað í pókunum, þá er það getið. Það gæst bara að þetta væri þannig, maður mætti bara gangi í þetta. Já, bara endilega, komið í þetta allt saman. Við ætlum að enda þetta á El Grande með kemi.is. Ég skammast mér svo mikið fyrir framistöðunum mín hérna síðast föstudag, sko. Já, alveg rétt, það var rosa. Þú átt ekki að skammast þín fyrir eitt eða neitt, Gunni. Þú ert ábyggilega búin að eiga þitt besta ára á ævinni. Já, reynda rétt. Luigi var helviti flottur samt. Ég ætlaði að koma
hjá Gísla Martini. Það svona uppgjör á árinu hjá honum. Ég bara komst ekki. Ég ætlaði að velja Gunnar sem mann ásins. Já, takk. En ég komst ekki í það. Ég var upptekinn. Ég vil hefði það eru flott, maður. Já. Af því að ég vil meina að Gunnar hafi átt algjörlega frábært ár og toppaði svolítið í Eurovision í vor. Já. Gerði virkilega góða hluti hann og Gunnar Dís. Breytti Eurovision. Já, svolítið, breyttist svolítið. Nýnálgun og faglegri en maður er vanur. Miklu varst ekki faglegur í þessu? Ég reyna að vera það yfirleitt. Hjálmar, fannst það ekki faglegur? Alveg rosalega, mér finnst það bara alveg frábært. Algjörlega. Kimi.is og Dóttar fútból, strákar. Það er alltaf bara píluæði í gangi. Ójá. Og ég sakna Pál Sævars. Pál Sævar ábla þannig að hann nennir ábla ekki fyrstu umferð. Ég hugsa það. Ég mæti bara að þetta fer virkilega að vera allt undir. Og ég hlakka til að fá hann. Jónakúlan, postnúmer. Þetta er geðvægt. Herri, drengir, ég ætla bara að fá pílukastara sem hafa keppt á heimsmeistaramótinu í pílu. Og hvoru vil byrja? Ég skal byrja. Gröfin. Van Gröfin. Já. Gerum Price, minn maður. Iceman. Og þá fer ég í Smith. Já, Michael Smith sem að tapaði í gær. Það var rosalega leikur. Dimitri Vandenberg. Já. Ég fer í Luke Littler frá Warrington. Luke Humphreys, Cool Hands. Þarna fer ég í hann frá Houston. Ég ætla að vera klókur núna. Já. Ég ætla að eiga eftir. Þeldu ekki? Já. Ég vil hann að skemmtur. Skemmtikrafturinn. Hann frábær. Ég vil hann að góður. Tökum hann. Já, vel. Gates, já. Ég ætla að segja Chase en Gates, já. Phil Taylor. Já, Phil the Power Taylor. Hann sem hann tapaði á móti, hann Gates. Ég ætla að fara í hann Aspinall, hann markvörður. Já, Aspinall. Ég vil hann, ég svara ég mun eftir í fútbolmanager. Svo af því að ég hugsa nú alltaf mannskjurnar. Já, og bæði kinn. Fallon Sherlock. Já, ég ætla að eiga hann inni. Vel gert, Gunnar. Já, takk. Fallon Sherlock, hún var flott. Þarna fer ég Þarna fer ég í sko, þarna ætla ég ætla að taka hann Andersson. Gary Anderson. Gary Anderson, já. Ætlum að fara þá ekki bara í manninn með flottustu greiðsluna, Peter Wright. Já. Lítið þarna á tíðaninni. Ekki að fara þá í hann Býtu Evans, Paul Evans. Hann heitir ekki Paul Evans. Evans Rapid Ricky Evans. Já. Barney Army, Raymond van Barneveld. Vel gert. Fyrir komlu kallar hann, vel gert. Vel gert. Ég ætla að fara þá í hann Ross. Já. Er nóg að henda bara hann sköllótti, ekki segja hættu þessu. Sköllótti Ross, Michael, ég man ekki alveg honum við, en í erlendur nöfnum er alltaf nú að taka, þú veist. Það er eitt sko sem er með fyrranafni Ross að háa mig ár, já. Já. Ég veit ekki hvernig þú tala. Þetta er skrítið, þetta er einn af þeim bestu. Nú er eitthvað að hlusta og er bara öskrandi, sko. Þetta er sköllóttur, er bara einn á topp 15 eða eitthvað, sko. Hann var með hára og menn að setja mynd á honum. Er engin Ross? Jú, býtu. Og svona hann er flottur, hann fer honum vel að vera feitur og sköllóttur. Djöfullinn er þetta. Ok, já. Ég er ekki eitthvað. Djöfullinn skrítið. Ross, nei, Russ. R-U-S-S, Russ. Er það rugla? Eitt sá besti í heiminu, segir þú. Já, einn af top 15. Já, ég veit hvað þú tala um. Já. Ég ætla að gefa þér þetta. Já. Veistu hvað það er að tala um? Ég veit að því þú ert góð manneskja. Ok, nú er þetta bara að setja að testa, því að sumir efast á sér góð manneskja. Það heitir Rob Cross. Ég ætla að segja hann næst. Mér datt í huga að það geti mögulega verið að tala um. Ég ætla að leifa þér á það. Já, það var minn næsti, en já, ég skal leifa hann að taka. Ég var svo nálægt í maður. Þetta var svona Samsonite. That was way off. Þetta var svona dömmu. Samson. Rob Cross. Nei, Bully Boy er ekki Michael Smith. Nei, jú, hann er komin. Já.
Ég var að gefa þér ykkur 3 nöfn Hefur þú þekkir einn austuríkismann sem kastar svona? Já. Ég bara man ekki hvað hann heitir. Nei. Ég held að sé Blanco. Nei, ég nú eitthvað. Jésús, þetta nú lélegt sko. Það oft erfiðar en menn halda sko. Það eitt þannig að þeirra Velsveri líka. Já. Ég að glemma. Já, sem meðgörðum Hérna, hvað heitir hinn. Go, Johnny, go. Hvað heitir rockarinn? Johnny, go. Joe, Hjálmar má alveg fá þetta sko. All right, fyrir á móti Gunna. I like that. Sorry Gunni. Hvað heitir aftur Johnny Clayton. Clayton. Johnny Clayton, já, nei, síðahári. Já, hvað heitir hann aftur? Með síðahári sem að lúkka bara eins og hann bara eins og eins og þessi nýstíin úr útastætti á X-inu. Ryan Searle. Nei. Jú, er það ekki? Það er ekki hann. Nei. Wow. Akkur er það stórið á mér? Ég veit samt nákvæmlega hvað gæði þú ert að tala um. Jú, Ryan Searle, þessi hérna. Þessi, já. Herðu, 20% afsláttur fyrir dokkara. Kóðinn dokk inn á junior fyrir að heita sætið. Heita sætið, 20% afsláttur. Heita sætið. Því miður þá get ég ekki selt þetta líka í Hamraborg 20. Nei, það kemur að því. Það kemur að því. Og þú ert væntanlega að vera bara uppseltur. Já, við erum bara fullir núna áreita og vesenast út allan bæ. Geðveikt. Ég ætla bara að hleypa þér út í daginn, Hjálmar, Eittur og Bingo, Gunnar Bríksson, heiður og fá þitt. Bara til aðmikið með geðveikt ár. Ég reyndar eftir að sjá þig aftur á þessu ári, en bara undirstrika þetta. Þú ert einn af mönnum ársins. Við sáumst ekkert fyrir það er 20. í dag. Ég sé ykkur hérna á Rástföðu eitthvað, 30. Já, við verðum hér 27. sjálfsögðu það er heil umferð í Boxing Day. Það er rétt. Já. Hvað eru þið með í matinn? Ég er bara harður í dag. Það er bara hryggur í dag. Það er bara hamborgarhryggur. Já, bara alltaf. Við varstu farin úr því? Nei, ég var einhver stælar í mér. Ég rámlaði eftir hann eitthvað árið, fekk eitthvað kalkun og dót. Nei. Ekki á myndi. Hamborgarhryggur og jóla. Ekki á myndi. Sko, þetta er allar svona alvöru heritage fjölskyldur eru með hamborgarhrygg. Já. Og vel af því. Við heldum margóft jólun okkur út í útlöndum, Noregi yfirleitt, Ítalíu og svona. Þá var alltaf tekinn með hamborgarhryggur. Já, hryggurinn tekinn með. Þá var hann keyptur í Leifsstöð. Í alvöru? Já, keyptur í Leifsstöð. Hafið þið tekið hérna jól í útlönd? Aldrei. Já, ég tók svona 14 jól í röð ángriðs. Ég hef oftar verið úti heldur en heima held. Ég er svo mikill, ég vil vera heima. Ég er alltaf það. Ég er driving home for Christmas. I'm driving home for ég held ég væri þar en ég hugsa alltaf akkur er ég ekki úti. Ég er búin að hugsa núna síðustu 2-3 jól, akkur er ég ekki úti. Ég er bara aldrei skilja þetta. Hvað meinar þú? Sjá veðrið úti bara fínt. Ég lappaði engað í vikuna. Jú. Þetta er broken family. Þetta er það syndrom. Ok. Já, ég held að sé þetta oft þannig að þeir sem koma úr brotnum fjölskyldum mín er ekki brot. Þeir hérna þeim er alveg sama. Já, jólin hefur ekki alveg ekki sama tilgang. Já, núna lifum maður jólin bara ekki í börnin. Já, heldur betur. Það er bara þannig. Þetta er hátíð barnanna og samverðustunda fjölskyldunum. Heldur betur, sammála því. Og náttúrulega hátíð trúarinnar. Við náttúrulega erum að Já, ég ætla að byrja bara að þakka Jesú Kristi fyrir jólin. Ég ætla að gera það slíktið saman. Það er engin jól án hans. Nei, skil biðjum hérna eftir það. Já, við gerum það. Förum inn í nýja bænarherbergið mitt. Nú, Dóttar Fútból þakkar fyrir sig og verið sæl og Guð bless ykkur. Doc Media framleiðir þáttinn. Bullis Media eru þetta mennið sem að framleiða þetta á YouTube og annars lítið. Talandi menn ásins. Já, talandi þá endilega heyrið ég Bullis og .is og Guð bless ykkur.